Já, komið sæl. Það er nokkuð ákveðin vestanátt framdann hjá okkur með vætu tíð á einkum landið vestanvert, en það er svona lægð sem er að grafa sig niður hérna á Grænlandshafi og fer síðan hérna norður fyrir okkur sem er að stjórna veðrinu hjá okkur og síðan þegar kemur fram yfir helgina þá fer að snúast í norðanátt og svona heldur breytt veðurlag heldur en það sem verið hefur. Og ef við lítum á hitasviðið þá erum við svona að missa þennan milda loftmassa sem hefur verið að stjórna hitanum hjá okkur og kalda loftið er svona hægt og rólega að taka yfir. Það þýðir að hitatölurnar eru svona að fara svona undir 10 gráðurnar nokkuð víða og svo þegar það kemur fram á sunnudag og mánudag þá sjáum við hvernig að kalda loftið tekur alveg yfir og þegar norðanáttin er komin að þá erum við að sjá kannski 2-3 stiga hitatölur fyrir norðan. En við skulum kíkja aðeins á gosbána. Við sjáum að gosmökkurinn stendur núna í norðaustur næsta sólarhringinn og þá væntanlega beint yfir höfuðborgarsvæðið því að nú er nokkuð stíf suðvestanátt hjá okkur þannig að við þurfum að fylgjast með því hvort að verður nú var við einhverja mengun hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ef við skoðum síðan hvað er að gerast núna næsta sólarhringinn þá sjáum við hérna að úrkomusvæði sem liggur yfir suðvestanverðu landinu og þessi suðvestanátt ætlar að verða nokkuð ákveðið næsta sólarhringinn og það verður því vætu tíð í raun og veru bæði sunnan og vestanlands í raun og veru í nótt og fram á morgundaginn. Það er spárun að gera ráð fyrir að það muni draga eitthvað úr úrkominu svona þegar líður á morgundaginn hérna á suðvesturhorninu en svona fyrir norðan og austan ætti nú að verða að mestu þurrt. Og svona lítur þetta þá út hjá okkur í fyrramáli, það er suðvestan 6-7 metrar á sekundi hérna suðvestanvert landið, rigning sunnan og vestanlands, þetta er nú ekki samfelld rigning, þetta verður svona rigning eða súld og svona hún eykst og dregur úr henni svona með hérna eftir því sem tími líður, en norðan og austanlands ætti nú að verða nokkuð þurrt, sjáum að hitatölurnar eru svona í kringum 10 stigin og síðan þegar að kemur fram á seinni partina þá ætti nú að vera farið að þorna heldur en þó er nú ennþá svona súlda veður hérna sunnan og vestanvert landið og einnig má nú gera ráð fyrir einhverjum drópum á Norðurlandi en hitastigið ætti nú að verða hæst hérna á Austurlandi þar sem að gæti alveg farið yfir 15 gráður en annars erum við að sjá svona hitan víða nálægt 10 stigum. Nú síðan áfram á sunnudaginn þá er komin nokkuð stíf vestanátt hjá okkur. Það eru skúraleiðingar landið vestanvert en ætti nú að verða þurrt og nokkuð bjart á Austurlandi og áfram á mánudaginn að þá fer norðanáttin að láta kræla á sér og verður svona orðin bara nokkuð ákveðin strax á mánudaginn og þetta þýðir að hitatölurnar eru komnar hérna niður í 2-3 stig hérna niður við sjáumál og farið að frista til fjalla þannig að þessi úrkoma sem að fellur hún gæti alveg orðið að slittu og snjókomi þegar við komum inn til fjalla. Sunnalands ætti aftur á móti að verða nokkuð þurrt og bjart. Nú síðan á þriðjudaginn er spár að gera ráð fyrir því að það verði bæti enn í norðanáttina þannig hún geti bara orðin nokkuð stíf og bæti líka einnig í úrkomuna og þannig að það verði talsvert úrkoma landið norðanvert og hitatölurnar eru eins og sjáum 3-4 stig fyrir norðan og eitthvað hlýra fyrir sunnan og þar verður einnig svona nokkuð þungbúið þó að það verði úrkomi minna. Ef við skoðum hvað er að gerast í kringum okkur þá er nú farið að létta til hérna á Bretlandseyjum, hæðarsvæðið er svona mjaka sér austur á bóginn, ennþá fínasta veður á Norðurlöndunum þó að séu svona skúraleiðingar víða svona sérstaklega sunnan til, úrkomusamt hérna í Þýskalandi og Póllandi og síðan þegar við erum komið hérna niður á Balkanskagann þá er nú farið að létta til og gæti orðið heiðskýrt og 25 stiga hiti í Aþenu á morgun. Ef við förum síðan að Atlantshavinu þá er fínasta veður á Íberíuskaganum ennþá heitt þó að sé nú aðeins farið að draga úr hitanum og ef við förum til Kanaríeyja þá er nú fínn dagur þar á morgun heiðskýrt eða léttskýjað og hitatölur svona milli 20 og 25 stig. Ef við förum síðan vestur hafa þá er bjartviðri hérna bæði við austurströndina og vesturströndina og þetta þrumuveður sem er búið að vera í gangi hérna Mexíkóflóa það tegir sig hérna í norður af vötnunum miklu en það er svona færi sig aðeins austur á bóginn. En það er semst vestlæg átt á morgun með svona skýjuðu veðri og dálítið súld eða rigningu einkum vestanlands en ætti nú að vera mestu þurrt norðanlands. Segjum þetta gott að verið sæl.